Oh God, oh God, oh my God. Hi. Ok, núna ég að fara að tala Góði gestir og velkomin á síðuna mína. Nú ég að tala hefur valvan rétt fyrir sér og hvað að gerast hjá RÚV. Ok. Það MeToo, býttu nú við, það nefnilega nóg að draga úr, sko. Ég hef ekki lesið hann alla, en það eru bara allir að hrannast í burtu frá RÚV og spillingunni þarna og eineltið sem þarna og maður svona bara, oh my God, þetta bara alltaf bara komast upp núna. Eftir öll þessi ár og þú veist og það bara allir að segja upp eða núna var hún að hætta og lækka í tign eða eitthvað og ég bara, oh my God, ég verð bara að tala þetta sko, þú veist, ég bara, Jesus Kristurinn sko, þú sé með völvinu hérna og ég trúi völvinu sko, bara sem vitið það sko, þá valvan allt sko, og ég trúi henni sko. Ég meina það eins og með fimmmenningarna. Þú veist, það var talað hérna MeToo þarna. Hvað á maður að halda? Meina, hvað að gerast í kringum okkur? Ég hef svo mikið veðurfar, langur vetur og sólríkt vor. Ok, það mjög gott. Allt með kjörum á Bessastöðum. Hann náttúrulega engin furða, hann lætur ekki sjá sig kallgreyið. Óánægja með biskup, það nú alveg bara rétt. Agnes mín. Athafnamenn í íslensku viðskiptalífi, hann náttúrulega Skúli Mogensen eða eitthvað. Og Björgólfur Þór og Róbert Westman og Halldór Kristmann, sem maður veit ekkert hvaða fólk er. Rithöfundar, ég meina, þú veist, leikhúsin og íslenska óperan. Mér finnst ganga vel hjá stóru leikhúsunum. Þjóðleikhúsið hefur fengið einstaklega góðan leikhússtjóra sem stýrir skútunni. Jesús minn, af varkárni en samt áræðinni. Ég sé bjart yfir leikhúsunum, líka þessum litlu leikfélögum. Ég sé að það verði brjálað að gera í málum tengdum list á komandi ári. Enda allir að keppast. Við höfum ekki getað farið út víðan völl, en leitum heima. Ég sé að alls konar menningarviðburðir verði vel sóttir. Mér finnst verða læti í kringum Steinunni Birnu Ragnarsdóttur. Ég nú ekki að fara að lesa eitthvað nöfn hérna. Leikarar og leikstjórar. Ég ætla tónlistafólk hérna. Og ég sé bara gott ár hjá Bibba Mortens, það bara mjög gott og Emilia Torini hérna, hún alltaf æðisleg. Býttu, ég að finna þetta, það bara tekur smá tíma fyrir mig, ég svolítið svona lesblindur og svona, mér finnst þetta svo fallegt. Svala Björgvins eignast barn á árinu, maður bara vonar það. Fjölmiðlar, það gaman að lesa það og það nefnilega málið. Þarna fann ég þetta. Hvað að gera hjá RÚV? Það alltaf peningar á bak við Morgunblaðið og Viðskiptablaðið og K100, þannig að þeir miðlar halda auðvitað sínur streiki. En það vesen hjá Fréttablaðinu, einhver fækkun og mögulega hætti blaðið í prentaðar útgáfu eða hætt verður að dreifa blaðinu utan höfuðborgarsvæðið. DVF heldur áfram á netinu, tímarit
Vegan og hús og hýbúðum, kjarni, mannlíf, stöð 2, byrju. Ég sé líka breytingar á stöð 2 og ég leyfi mér að efast að þau náið að halda út að vera með fréttatíma. Og það væri óskandi, ég væri bara með þetta hérna hjá ykkur, sko. Það verða bæði breytingar hjá þeim á nýja árinu og líka því næsta. Útlönd, byrju, hvað í gangi? Útlöndaltinu, það stóð þarna, að, Britney Spears aftur á svið. Love Britney, free Britney, we love you all. Oh my god, Alec Baldwin á leið í steinin. Oh my god, þetta sorglega. Oh my god. Ég nokkuð viss að Alec Baldwin verið dæmdur fyrir að skjóta aðstoðarleikstjórann til bana á tökustað. Bíddu, gerðist það að þessu ári að síðasta? Hún góð þessi, sko. Ég bara vill fá að komast og fá að láta hana spá fyrir mér. Þetta sorglegt. Ég get ekki lesið þetta. Hún auðvitað búin að ganga í gegnum hræðil. Hún Britney. Hvað rætti sá völvunni? Bíddu, er ég alveg bara, hvað að gerast? Bíddu, var ég að lesa einhverja steypu daginn eða? Það stóð eitthvað staðar, var það í byrjun, þú veist. Ég svo hissa, sko, að allir þessu bestu fréttamenn og blaðamenn og bara að fólki skuli vera að fara frá RÚV. Þannig að ég hugsa, já, það sko spillingana, ég veit það. Og það rosalega mikið svona, náttúrulega bara, fólk bara að bítur í hvort annað, sko. Þetta bara eins og að vera bara onni í fiskabúri með píranafiskum, sko. Maður bara étin, bara lifandi, sko. Hvað að skera? Og bíddu nú við, hvað að gerast? Ég ekki alveg í lagi þessa dagana. Ég verð að segja ykkur það. En ég sá þetta. Kannski ég bara orðin skegg. Ég held það. Oh my god. Ég las þetta einhvers staðar. Ég vill ekki vera sakaður að vera lygari. Bíddu. Eftirlætin hjá Efling og hverfu Sólveig Anna af sjónarsviðinu. Hún ætlaði sér að gera hlutina vel og af heilum hug, en það tókst ekki. Og það rættist, fór hún ekki. Sýndist það, sko. Það kemur mér ekkert óvart þótt það ætti eftir að koma aftur eldgos á suðvesturhorninu fljótlega. Vonandi bara á einhverjum stað sem, þú veist, byrja rosalega læti á árinu og hneykslismál. Völvan þagnar stund áður en hún heldur áfram. Eitt ýtir alveg rosalega á mig og ég verð að klára að tala það. Á ákveðnu tímabili á árinu verða alveg svakaleg læti þar sem koma upp hneykslismál og eitthvað fleira sem mun valda því að visst fyrirtæki verður mikið í sviðsljósinu. Ég ekki að tala Samherja, þótt það mál sé ekki búið. Þetta fyrirtæki tengist frekar fjármálum á eitthvað hátt, kannski ekki banki, en það velti peningum og í tengslum við útlönd og þar fram eftir götum. Það verður líka einhverjar kjaftasögur í kringum pólitíkina, síðan verður ekki algjör friður á Alþingi.
þótt ný ríkisstjórn reyni að vanda sig. Ýmis mál munu koma upp sem þarf að vinna úr og verður ekki alltaf eining þau mál. Það verður gaman að sjá það. Nýja ríkisstjórnin, já. Ég bara alveg sko. Flokkur fólksins. Ég veit það ekki, mér finnst Sigmundur. Ég ætla að segja, Ingi. Hvað heitir hann? Whatever. Býttu, eitthvað blaðsíða límd eða þetta eitthvað sem ég á ekki að lesa greinilega. Það greinilega verið að þagga niður í mér. Alveg sko. Icelandair, Dagur Bjarkisson, ferðamenn, sorry. Oh my god. Fjársterkir já. Oh my god, ég vildi bara tala við ykkur þessi mál, sko. Þetta búið að vera svo mikið í fréttunum að bara þessi hættur á RÚV, þessi hættur á RÚV og þessi hættur. Bara alveg bara á þessu ári, bara strax þegar bara ári byrjar. Og maður bara alveg bara, hvað að gerast? Menna, það hvað, þú veist, ok. Ríki borgar RÚV alveg fullt af peningum og RÚV með auglýsingatekjur og hver stjórnar RÚV? Og hver stjórnar ríkinu? Og bara, þetta bara, það bara spurningamerki hérna, bara í kringum mig, bara, hvað að gerast? Þú veist, það nefnilega svo mikið, sko, bara í öllu fögum, hvort þú segir smiður eða fjölmiðlamaður eða á Alþingi eða bara leikari, söngvari og allt þetta. Það allir að keppast eitthvað og býta og búa til sögur fólk og leggja fólk í einelti og bara gera allt crazy, sko. Og svo MeToo, þau eru búin að standa sig bara mjög vel. Ég bara stend með þessum konum. Það bara máli, sko. Og ég bara ætla ekkert ég held að það sé byrja að skoða það nú þegar að flytja burt húsin sem eru í, mestra hættu ef aurskriður falla á Seyðisfirði. Og ég held að fundi verði úr því hvernig verður hægt að verja byggðina. Sem betur fer, það þarf að gera eitthvað út á landi. Það svolítið gleymt. Það nefnilega máli, sko. Baltasar Kormákur, hann á alveg bara gott framundan. Það þó eitthvað eftir að koma upp á yfirborðið sem ekki alveg nógu jákvætt. En hann stendur það af sér eins og alltaf. Fyrirtæki hans stöðugt veldi en það þarf að passa innviðina. Já, hann Balti nú alltaf góður. Ég veistu það, ég bara á ekki til orð. Já, fjölmiðlar, ég hef örugglega farið eitthvað fram hjá ykkur, sko. Þegar blaðamaður spyr hvern okkur gangi í Eurovision, söngvakeppni evrópskar, komandi ári. Guð, þú átt ekki að vera að spyrja þessu. Þetta mun ekki ganga vel. Við munum í það minnsta ekki sigra. Oh my god. Það var það bara stöð 2, kannski. Oh my god, ég að ruglast á stöð 2, þú veist. Það bara, það var einhver fækkun mögulega hætti blaðið við prentaðari, DVF heldur áfram, Vikan og húsheimili, gestgjafinn, Kjarninn stendur vel á vígi, heldur mér sýnist ganga vel hjá þeim. Það verða einhverja erfiðleikar hjá mannlífi. Oh my god. Og ég sé breytingar þar í ágúst
það var náttúrulega árás núna hjá mannlífi, sko. Ég sé líka breytingar á Stöð 2. Ég leyfi mér að efast að þau nái að halda út að vera með fréttatíma. Það verða bæði breytingar hjá þeim á nýja árinu og líka því næsta. Já, þetta svona svipað á ég bara með YouTube og ég ekki að biðja ykkur að borga 92.000 krónur fyrir að horfa á mig, sko. Ég bara gera þetta frítt og mér finnst þetta bara gaman að geta tjáð mig og verið bara með ykkur og fengi að vera ég sjálfur og frjálsmiðill bara mínum eigin miðli og bara, já, bara, þetta líka svona bara, gömul bara Ari Jósefsson og þetta bara mín saga bara lengst og svo núna og maður þroskast og maður mannast og alveg bara og sér alveg, ég gerði þetta vitlaust og þetta og maður alltaf að læra og vera meira svona create og allt svoleiðis. En ég bara ekkert alveg að skilja hvað að gerast bara þarna í RÚV og mér langar að rannsaka það betur. Ég þarf eiginlega að hringi í þessa spákonu og biðja hann að hitta mig bara. Hún myndi örugglega lesa bara alveg, vá, halló, ég svo glær. Það getur hver sem að lesa mig. Ég nokkuð viss að alveg, ég get ekki lesa þetta. Það ekkert í þessari völvu. Hvað rættist? Bíddu nú við. Það var örugglega þarna sem hún sá 3 gos, eitt á suðvestu, já, það var náttúrulega að koma eldgos og á mjög skrýtnum stað og mjög nálægt, þú veist. En, já, þetta biblían mín, þetta nýja biblían mín og endilega komment hér fyrir neðan ef þið vitið eitthvað meira en ég. Ég nefnilega forvitin hvað að gerast hjá RÚV og ég las, þetta gömul? Nei, þetta 22. Var ég að lesa kannski 21? Ég veit það ekki. En já, ég vil fá að vita hvað að gerast á RÚV því að við skattgreiðendur erum að borga þetta og þá bara að vera heiðarlegt, gegnsæi hjá öllu og líka bara hjá öllu bara og verið svo eigið að elska hvort annað og hætta að hata hvort annað. Við erum öll jöfn fyrir Guði og já, ekki gleyma því. Við erum öll jöfn fyrir Guði og ekki loka augunum þegar þú sérð eitthvað, reynda að bjarga fólki ef þú getur. Og ég ætla að segja halleluja, amen, ég elska ykkur.